Já, góðan daginn. Ég ætla að tala við ykkur aðeins innvols í tölvukerfum. Nei, annars, ég ætla ekki að gera það. Við erum að það er að styttast í bjórinn, þannig að við skulum fara aðeins taka upp léttara hjal. Nú, við vorum hér í dag að hlusta á fullt af sölumönnum, ekki satt? Hverjir inn eru sölumenn? Má ég sjá? Ótrúlega fáir. Ég sá ekki einu sinni alla fyrirlesarna rétt upp hend. Eru þeir ekki sölumenn, eða? Er það ekki? Gengur það ekki, er það ekki það sem þetta snýst það sem þið voru að gera hér, selja sig? Nú ég ætla að tala aðeins út frá þessari bók sem þið sjáu hérna við hliðina og ræða aðeins sölumennsku. Hvað dettur ykkur í hug þegar þið heyrið orðið sölumaður? Tryggingar, ok? Fleiri? Tækifæri, eða tækifæri sinnar, hvað heyrði ég? Ok. Þetta er nú allt svona tiltölulega jákvætt. Þegar Ameríkanar eru spurðir þetta, þá fá þið þetta. Þessi svona ýtnutýpurnar, þessi sem eru erfiðir, pirrandi, tróð einhver á því sem þið langar ekki í, það er það sem kemur upp í hugan. Og kannski myndin sem kemur upp í hugan er meira svona. En það ekki? Þetta eru svona þessi klassísku sölumenn sem við sjáum. En þetta þarf ekki að vera svona, er það? Og hann fór að hugsa þetta, Daniel Pink, hann fór að ræða þetta, býtu, hvað er að gerast? Við höfum þessa neikvæðu ímynd af sölumönnum, en við höfum fulla þörf á sölumennsku, út allt, allstaðar. Hvernig getur þetta farið saman? Og hann lagðist í og fór að rýna sín svona ýmiss konar rannsóknargögn, og ég er svona alltaf aðeins að renna með ykkur yfir margt af því sem hann nefnir þetta sem er mjög áhugavert. Hann talar áður, þá var þetta svona buyer beware. Hann er nú menntaður lögfræðingur, við veitum hvað það þýðir. Það er í rauninni sko kaupandinn bara lagalega á að vara sig. Af því að seljandinn býr yfir meiri upplýsingum og hann hefur tök á að í rauninni arðræna kaupandann vegna þess að hann veit svo mikið. Þetta var staðan. Þetta var staðan á þessum sleazy sölumönnum. Þetta hefur breyst. Hvað hefur gerst? Meðal annars vegna tækni sem við vorum að tala hérna fyrir í dag. Hefur ekki bara upplýsingavægið færst yfir til kaupandans, heldur orðið miklu meira. Ef einhver sölumaður er eitthvað að bullshitta mig eitthvað hvaða sími sé betri, þá opna ég, spyr Siri, er þessi sími betri? Og ég fæ svar á sekundubroti. Ég get gert þetta í rauntíma og séð hvort það hefur verið að bulla í mér í búðinni. Þetta hefur gjörbreytt stöðunni og nú er kannski málið orðið þannig, það er eiginlega seller beware. Er þetta ekki það svona? Er þetta ekki svona? Er ekki málið þegar menn er að koma og kaupa sér tölvu í dag að þá eru menn búnir að vinna heimavinnuna? Menn er ekki að koma í búðina og segja, já, ég er eitthvað að spá í tölvu. Gerir sjaldnast í dag, segja sölumenn mér. Það er búið að vinna heimavinnuna, það er búið að skoða þetta, það er búið að spurja á Facebook, ég er að fara að kaupa mér vél, hvernig vél á ég að kaupa mér? Og þú fær endurgjöf frá fullt af vinum, hvað er gott við þessa og hina og það er einhver umræða sem á sér stað. Ferð á alla vefi og skoðir þetta. Þú ert búin að undirbúa þig. Þannig að þú getur stoppað hérna. Þú ert bara í rauninni að koma til að sækja þetta. Þannig að það er bara minimal transaction og sölumæðurinn. Þú ert bara að tjekka á því hvort hann er að bullshit eitthvað. Og aftur getur bara að borga með símanum og farið. Þannig að þetta er breytingin að verða á sölumönnunum. Veit hvort þið séð þessa mynd? Þetta er Alec Baldwin, þóttir þú slá í gegn hana. Glenn Ross heitir hún. Hann er svona hákall, söluhákall sem er að koma og skamma einhverja sölumenn sem er að standa sig illa og hann kynnir fyrir þeim the ABC of selling, always be closing. Þetta gengur bara út á það, frá fyrstu stundu og þetta er einmitt þessi hákalla sem ég er að tala um. Þetta er bara búið. Þessi bara gæjar eru bara útdauðir. Þeir lifa ekki af. Við sjáum hins vegar fyrirtæki. Við erum nú í IT-bransanum, Atlassian. Hverju þekki Atlassian hérna? Já, jafnmargir voru sölumenn. Já. Þetta er merkilegt fyrirtæki. Þeir eru með 1200 viðskiptavini, þetta er ekki nema 10 ára gamalt, yfir 50 löndum og veltir 12 milljörðum króna og það er engin sölumaður. Ekki einn, engin sem ber starfsheiti sölumaður. Hver er þá sölumaðurinn? Allir. Hver einasti starfsmaður. Hvað á Advania að hafa marga sölumenn? Alla? Voru ekki 1100, var það ekki? Nei,
Já. 1100 sölumenn, þannig þarf þetta að virka. Þannig virkum við í global heiminum. Þannig að þetta er umhverfi sem við erum að vinna við. Nú, hann skoðaði svona samkvæmt svona hagstofugögnum, hvað það margir sem að starfa við eitthvað sem er sala, sem er sölu eða þjónustu tengt, og það kom í ljós að það var svona 1/9 af 9 hver maður væri sölumaður. Nú, aftur, gagnvart þessu sem við vorum að tala hérna áðan, þá getur þetta ekki passað. Við þurfum öll að selja. Við erum kannski ekki öll að selja vörur eða þjónustu gegn gjaldi, en við erum öll að selja. Allir sem hafa verið í dag hafa verið að selja. Við erum endalaust að selja. Við erum að selja hugmyndir, við erum að selja skoðanir og við erum að fá fólk til þess að líta á hlutina með öðrum hætti. Það var skoðað líka stór könnun sem hann vísar til, sem var hvað ertu að gera í vinnunni? Í hvað verður tíma þínum í vinnunni? Og menn sögðu 40% af tíma mínum fer ég að sannfæra einhvern annan. Ég er að sannfæra einhvern eða annarkvort að selja eða að sannfæra aðra hugmyndir mínar eða fá hluti í gegn eða eitthvað slíkt. Og ekki nóg með það, þeir sögðu líka að af þessi 40% væru lykilatriði, þess vegna er tékkmarkið fyrir neðan, lykilatriði í árangri þeirra í starfi. Það fælist í þessum tíma, þessum 40%, hversu vel þeim gengur þetta. Þannig að, eins og við segjum, við erum stöðugt að selja, við erum stöðugt að hafa áhrif á aðra. Við erum að fá fólk til þess að ráðstafa tíma sínum með einhverjum hætti og aðföngum, þannig að þeir hætti að gera það annað með tíman. Það er ekki kannski endilega ég tæki við einhverjum peningum. Kennari, hvað er kennari að gera? Í menntaskóla er hann fyrst og fremst að sannfæra nemendurna að vera ekki á Facebook, heldur verja tíma sínum í að læra, er það ekki? Ráðstafa tíma sínum í annað, hann er að selja hugmyndir, hann er að sannfæra nemendur að þeir verði betur í stakk búnir þegar þeir komu út í lífið ef þeir geri það sem hann er að sýna þeim. Hvað er læknirinn að gera? Þarf hann ekki að selja? Hjartalæknirinn minn þarf að hafa mikið fyrir sölunni, sko. Hann segir, hann getur verið lélegur sölumaður, hann getur sagt, Hólmar, þú verður að fara að borða hollari mat, borða meira grænmeti, fara oft út að hlaupa. Hvað ger ég við það? Hlusta ekki á það. Það er ekki sölumennska. Svo getur hann verið sölumaður. Og hann getur sagt, Hólmar, þú átt barnabörn eða ekki? Jú. Langar þig að sjá þessi barnabörn fermast? Já. Þá verður þú að taka þínu máli, kallinn minn. Hvað ætlar að gera í því? Já, ég getur nú kannski prófað að breyta aðeins mataræðinu, hætta í borgurunum og hvað getur þú gert meira? Já, ég geti farið að hreyfa mig. Ok, þarna er læknirinn í hlutverki sölumannsins. Er það ekki? Eru þið sammála því? Þetta var dauflegt. Eru þið sammála því? Já! Ok, já, nú kannast ég við ykkur, sko. Þannig að, auðvitað trúið mér ekki. Þetta er allt og einfalt til að geta verið satt. Þannig að við skulum svara þessu prófi hérna. Við komum á lok dagsins, þannig að við erum að taka próf. Vinnur þú fyrir þér með því að sannfæra aðra að kaupa vörur eða þjónustu? Einhverju voru búin að svara því, segja já við því. Aðrir segja nei. Ertu sjálfstætt starfandi, þó ekki væri nema hlutastarfi? Jú, einhverju segja já við því. Ertu í þannig umhverfi að þú þarft að sýna sveigjanleika? Þú hefur einhverja menntun og færni og þú ert að vinna á mörgum öðru sviðum en þú hefur akkúrat sérfræði þekkingu í. Ok, margir kannast við það. Og svo getur þú líka verið að vinna í mennta- eða fræðslugeiranum. Það eru ansi margir, eins og ég segi, þessi sem eru í einhvers konar sölumennsku á einhverju sviði. Svo má kannski bæta við, ertu á leið í pólitík, það er ansi hátt hlutfall á Íslandi í dag sem er á leið á þing, það er hljóta að vera sölumenn, eða ekki? Þeir eru að selja einhverja hugmyndafræði. Þannig að þetta er, og svo kannski eiginlega sjötta spurningin gæti fyrir svo, ertu foreldri? Erum við ekki endalaust að sannfæra einhvern ágæti hugmynda okkar og hvað við vitum og hvað fyrir best fyrir börnin? Þannig að hann sýndi fram á þetta, hann Pink, og setti fram nýtt stafróf sölunar. Eins og Amerikanum sæmir, þá notar hann svona þekkta skammstafanir úr Always Be Selling. Attunement, svona samhljómur. Og það snýst það, hversu vel eru við fær að setja okkur í synk við þá sem við erum að tala við. Hversu svona djúpt komumst við inn í það. Og ég ætla að halda áfram að prófa ykkur. Það setja ykkur í svo kallað e-próf. Hvernig líst ykkur á það? Það segði aftur já.
ok, flott, þetta alveg að koma. Svo spyr ég kannski bjórinn á eftir, ok? Ef þið eru rétt hent, setjið upp hægri hendina. Ef þið eru örfhent, setjið upp vinstri hendina. Ok, allir með. Já, ok, þeir eru ekki að halda henni mjög hátt, bara svona hafa henni á lofti. Og svo byrja á því að smella 5 sinnum svona í takti þegar ég segi og svo á meðan við smellum þá segi ég ykkur hvað þið að gera næst. Eru þið tilbúin? 1, 2 og 1, 2, 3 og svo skrifið þið á ennið á ykkur. Ok, stoppið aðeins og pælið í því hvernig þið snéruð þessu Snéruð þið svona, þannig að það var rétt gagnvart mér, þið voru að gera þetta fyrir mig, eða snéruð þið eins og það var rétt gagnvart ykkur. Má ég að sjá, hverju skrifuðu þetta þannig að það snéri rétt gagnvart mér? Ok, hverju skrifuðu þannig að það snéri rétt gagnvart ykkur sjálfum? Munfærir hér. Ég myndi segja að þetta bara svolítið mælikvarði á það hvort að þið geti sett ykkur í hugarheim annarra. Það hefur sýnt sig að þeir sem að skrifa réttu fyrir viðmælandanum, þeir eru nær því að vera með svona samhljóm og svona í svona synki við viðmælandan. Þannig að þetta skiptir máli, þannig að þið stóðust þetta próf, þannig að það er gott. Svo er svolítið merkilegt með það, eftir því sem þeir hafa meiri völd, það er kannski einhverjir sem geta játað það í salnum, hærri svona power status, framkvæmdastjórar, forstjórar og eitthvað, þá skrifaði frekar gagnvart sjálfum sér. Ekki spyrja mig okkur, en þetta hefur verið margprófað. Ef það er bara búið að sannfæra það að þessu valda meiri. Nú, þannig að það er önnur mýta sem kemur í sambandi við sölumennsku, það kemur að það séu bara extrovertar sem selja. Þið veitir, þessi sem eru svona ekki feimni við neitt, alltaf spjallandi og plöggandi út allt. Og þetta var rannsakað líka. Og það kom í ljós, extrovertarnir, þeir seldu meira heldur en introvertarnir. Introvertarnir eru þá þeir sem eru feimnir, svona frekar hugsandi týpur, getið þið hvort ég er, ok, og standa megin. En hvað gerir svo? Svo fóru þeir að skoða þetta og sögðu, býtu, hvað með þessa sem eru inn á milli? Það voru það sem þeir kalluðu ambiverts. Það eru þessi sem eru kannski einhvern nátt samhverfir. Þeir voru líklegir til þess að hafa mun betri tengingu við fólk vegna þess að þeir kunna bæði að hlusta, sem er eiginleiki svona introvertana, og að tala og sannfæra og tala af ástríðu og kappi þegar það á við. Þannig að hvar sem þið standið á þessum skala, fullt af svona prófum á netinu, þá getið þið pælt í því hvað þið þurfa að gera meira af til þess að vera í þessum balans, að vera þarna mitt á milli. Það er það sem hefur áhrif á sannfæringarkraft gagnvart öðrum. Sem sagt, sá sem vill hafa sterk áhrif á aðra þarf að geta spurt spurninga og hlusta með þeim hætti að viðmælandinn sjái sjálfur að hann hvað honum er fyrir bestu. Rétt eins og dæmið með lækninn á hann, það ekki. Nú annað B-ið í söluplaninu hans Pink, það er svona flotkraftur, það er jákvæðni. Það er auðvitað rosalega mikilvægt, það ekki. Og við þurfum að hafa jákvæðni þó hún sé ekki yfirgengileg, það er líka svona balans í því. En við látum ekki svona einhverja höfnun slá okkur út á laginu og höldum áfram. Þannig að þetta er svona klassískt tal í svona sölufræðum að menn er að tala svona jákvætt við sjálfan sig og segja svona, já ég er æðislegur sölumaður, ég get selt hvað sem er, ég get sannfært alla hvað sem er. Þannig að menn fóru líka að skoða þessa mýtu og segja bara, býtu, er þetta örugglega svona? Þá kom í ljós að Bubba Byggir aðferðin virkaði miklu betur. Hverjir horfa á Bubba Byggi en það maður sjá? Já, ok, ég er með aðdáanda á aftastarvekk, já, ok. Hvað gerir Bubbi Byggir þegar hann sér einhver vandræði? Já, býtu, hvað segir hann? Já, hann segir svolítið við sig í svona sjálftalinu. Alveg rétt, hann segir það er mitt. Býtu, hvaðan kom þessi? Getum við lagað þetta? Það er málið. Að spurja sig spurningarinnar, getum við lagað þetta? Það er miklu sterkara og það hefur sýnt sig að þeir hafa mun sterkari áhrif á menn þeir sem að spurðu sig spurningarinnar heldur en þeir sem voru að sannfæra sjálfan sig hvað þeir verða æðislegir. Vegna þess að þetta setur menn í gírinn að hugsa hverjar eru þarfinnar, hvað þarf hinn og þannig náður að leysa málið. Nú að lokum skýrleiki. Það þarf auðvitað að vera skýrt hvað er verið að bjóða og hvað við erum að setja, hvernig við setjum hlutina fram og það hefur verið rosaleg breyting á undanförnum árum frá þessum svona efnislegu kaupum yfir í svona
upplifunarkaup, það ekki? Menn svona eiga að upplifa vöruna. Við sjáum þetta til dæmis í ferðaþjónustu. Ferðaþjónustan er sterkari en nokkur sinni fyrr. Hvort sem þú út á Hlíðarfjalli á skíðum eða í París eða hvar það nú er. Það er verið að selja upplifun og hún endist miklu lengur. Hvernig er verið að selja mér iPhone í dag? Á hverju? Á upplifun. Líf þitt verður ekki samt á eftir, var sagt. Ok. Þú veist, það er verið að selja það að þetta er upplifun. Þú munt breytast, þetta er ekki bara hlutir sem eru gaman, þú veist, á nýja fína bensinum, þú veist, fyrstu 3 vikurnar, svo hann bara tæki til að komast á í vinnunni. Þetta er orðið svo þannig að við þurfum að tala við þessa hegðun í fólki og þessa breytingu, þannig að við þurfum að selja upplifunina. Þegar Þórhallur selur myndavélar, þá selur hann ekki bara þú veist, þú getur gert þetta og þetta. Þú ert að selja lífstíl. Þú ert að selja upplifun sem að þú munt njóta í framtíðinni. Nú þetta virkar líka ekki bara í jákvæða átt, heldur líka í neikvæða. Ég er ekki svona gamall. Þetta var eitthvað svona ódýrt app í símanum mínum sem að gerði mig svona 20 árum eldri en ég er. Þetta var notað til þess að sannfæra fólk að fjárfesta í viðbótar líftryggingu. Fæstir vildu gera þetta, setti í þetta svona einhvern 8.000 kall í einhverja viðbótar líftryggingu. Svo sáu þið myndir af sjálfum sér og svona, einhverja svona myndir gamalt fólk og svona. Það meir en 2-faldaðist það sem þið vildu setja í lífeyrissparnaðinn. Þegar ég sé þessa mynd, þá ætla ég að 3-falda mína upphæða því að ég veið ekkert á þetta andlit. Svo mikið er víst á þessum árum. Nú, hvað snýst þetta þá um? Þetta snýst um réttu spurningarnar. Við erum ekki lengur sölumæðurinn sem segir mönnum allt sem eða það sem eiga að gera eða heldur að spyrja réttu spurningana. Tökum eitt dæmi svona úr einkalífinu. Segjum sem svo að ég er 18 ára dóttur í menntaskólanum. Nærtækt dæmi. Sem á að vera að lesa fyrir eðlisfræði. Og ég gæti tekið það sjónarhorn að segja, jæja stúlka mín, nú skalt þú fara að læra fyrir þetta próf. Það er bara þetta gengur ekki lengur. Eða ég geti farið hina leiðina, please gerðu það, farðu og lærðu fyrir þetta og ég skal gefa þér eitthvað, nýjan síma. Hvernig stöndum við ekki okkur í uppeldinu? Einhverju kannastu þetta. En ef við gerum þetta ekki, heldur spurjum, ég hveti ykkur til þess að prófa þetta, spurjum 2 spurninga. Á skalanum frá 1 til 10, þar sem 1 er alls ekki og 10 er algjörlega, hversu tilbúin ertu til að læra fyrir prófið? Og eða sama hverju hún svarar, nema hún svari 1, þá ertu í vondum málum, en svona þú er líkur á því að hún mun ekki svara 1, þá spyrðu hinnar spurningarinnar, býtu, okkur sagðir ekki læritölu? Og hvað verður svarið hennar þá? Hvað haldið þið? Nú, það væri óþægilegt, ég geti fallið, ég þarf að fara í upptökupróf. Hvað er slemmt við að fara í upptökupróf? Já, þú ert búin að segja mér það, þú ætlar ekki að borga fyrir mig upptökupróf, ég þarf að borga það sjálf, ok. Hvað er meira slemmt við það? Já, það er partí hjá öllum eftir prófin, þá er ég ekkert alveg með í því, já, ok. Og þá er hún sjálf að tala sig upp í það sem hún þarf að gera á þess að ég sé að segja henni það. Er það ekki? Er þetta ekki líklegra til að hafa meiri áhrif á hana heldur en hina tværleiðirnar? Er það ekki? Sjúk maður, ég alveg misti ykkur hérna á tímabili. Ok, þannig að sölumennska er breytt hugtak, við viljum hafa jákvæð áhrif á fólk, viljum beita okkur í samræmi við þeirrar þarfir og þrár. Við erum ekki að ýta einhver að fólki sem það þarf ekki, heldur okkar hlutverk er að lesa í hvað þarf viðkomandi og sínum þrautseigju, óbilandi svona jákvæðni og áhuga á því sem við erum með, eins og við höfum séð hérna á mörgum hér í dag. Og þannig höfum við jákvæð áhrif á einstaklingin og með því auðvitað á samfélagið allt. Þannig að við getum breytt heiminum með því að vera aðeins meira samfærandi. Þannig að núna má ég sjá hvað eru margir sölumenn í salnum. Fjölgað aðeins, ok, gott mál. Takk fyrir og farin út og hreyfið við einhverjum.